Já, kæru gestir, verið velkomin á þennan opna fund Dýraverndarsambands Íslands sem eru elstu samtök á vettvangi dýraverndar og dýravelferðar á Íslandi. Á þessu tíma eigum við 110 ára afmæli og af því tilefni og tilefni alþingiskosninganna viljum við heyra ykkar stefnumál, ykkar áherslumál í þessu vaxandi málaflokki. Fyrirkomulega verður hér að hvert og eitt ykkar mun kynna ykkur og þið hafið 2 til 3 mínútur til að segja frá áhersluatriðum ykkar flokka. Og síðan munum við opna hér fyrir spurningar og þar sem þið eru mörg þá viljum við endilega fá einn skýr svör frá okkur og hægt vonandi já og nei, en síðan megum við búast við spurningar hér úr sal og hugsanlega úr streymisheiminum sem fylgist einnig með. En við skulum bara hefja þetta og við ætlum að byrja hér út á enda og leyfa fulltrúa Vinstri grænna að byrja. Finnur, gjör svo vel. Takk hérlega fyrir, aftur. Ég heiti Finnur Ríkard Andrásson og oddviti Vinstri grænna í Reykjavík norður. Ég að koma glænir inn í stjórnmálin, hoppaði inn í þau fyrir 2 vikur síðan. Ég var í umhverfisaktivisma þar áður í 4 ár, í tæp 2 ár sem forseti ungra umhverfisina og var þá að berjast með ykkur í DÍS ýmsum málum og mun halda áfram að gera það á vettvangi stjórnmálana. Ég er mikil dýravinur og lít á dýr sem vini okkar, skynverur sem ekki ætlað fyrir okkur til að borða. Þannig að ég er vegan og stoltur af því. Og við í Vinstri grænum vorum þegar farin af stað, áður en að svolítið gerðist, vorum þegar farin af stað með það að endurskoða lög dýravelferð. Og þetta eitthvað sem okkur skiptir rosa miklu máli og vonast til að geta haldið áfram með eftir kosningar. Og ég veit að það koma svo sem spurningar á eftir en ég get ekki nema minnst á það núna að hvalveiðar er eitthvað sem það þarf að heyra sögunni til. Það þarf að banna hvalveiðar og gera það strax og ég ætla bara rétt að vona að sjálfstæðisflokkurinn taki ekki upp á því að fara að skítmiksa eitthvað núna rétt fyrir kosningar. En ég kannski fæ að koma inn á hinnar áherslunar seinna og hlakka bara til að heyra hvort það eru fleiri dýravinir sem borða ekki dýr hér í pallborðinu með mér í dag. Já, góða kvöldið og takk kærlega fyrir að bjóða mér. Ég heiti Magnea Gná Jóhannsdóttir og borgarfulltrúi og sit í 3. sæti fyrir Framsókn í Reykjavík Suður. Fyrst langar mig bara að segja hvað ég ótrúlega þakklátt fyrir samtök eins og ykkur sem að ljá rallusum dýrum rödd í okkar samfélagi og veita þeirra hagsmunum, gefa þeim gaum og tryggja það að velferð dýra sé í fyrirrúmi hjá stjórnvöldum. Það skiptir gífurlega miklu máli að samtök eins og ykkar séu til staðar og taki þátt í umræðinni. Ég sjálf ólst upp í sveit, þannig að ég ólst upp í kringum dýr og dýr hafa alltaf verið mikill hluti af mínu lífi og ég mikil dýraverndunar sinni og vil að tryggja það að dýravelferð sé alltaf í fyrirrúmi. Minn flokkur Framsókn hefur alltaf talað fyrir það að við nýtum auðlindir en það þarf að gera það á skynsamlegan máta og við þurfum að tryggja það að velferð dýra sé alltaf í fyrirrúmi. Ísland er matvælaframleiðsluland og við höfum öflugan sjávarútveg og landbúnað og höfum alltaf haft en í því samhengju megum við ekki ala dýr til matvælaframleiðslu án þess að velferð þeirra sé alltaf í fyrirrúmi. Við eigum ekki að borða dýr og þurfa þá ekki vera dýr á markaðnum sem eru alin með slæmum aðbúnaði. Þeirra velferð verður alltaf í fyrirrúmi, við þurfum að tryggja þessi skýr löggjöf hér á landi og eftirlit með matvælaframleiðslu. Og svo langar mér bara aðeins að segja, ég held að við eigum að fara í sammála finnum við það að við þurfum að skoða dýravelferðarlögin. Og ég tek undir, ég var að lesa umsagnir ykkar í dag, til dæmis varðandi minkagildrur, ég skil til dæmis ekki af hverju það heimilað að drekkja minkum en ekki öðrum dýrum. Þetta svona eitt hluti sem bara mér óskiljanlegur, auðvitað margt annað sem við komum inn á eftir og ég hlakka til að svara þeim spurningum. Já, komið sæl og takk fyrir að bjóða mér og þið náttúrulega bara alfari frábær og það fyrir einmitt fólk eins og ykkur sem að blessu dýrin okkar eiga sér viðreisna von og það fyrir fólk eins og mig og flokk fólksins sem að við fylgjum eftir hagsmunamálum dýra inn á Alþingi Íslendinga. Ég hef barist gegn blóðmerahaldi alveg frá því ég vissi þann ógeðslega búskap ef að svo skildi kalla. Við leggjum ítrekað fram frumvörp bann við blóðmerahaldi og af 63 þingmönnum þá verður það að viðkennast að
það er sjaldan nokkur með okkur á þeim málum nema fulltrúar í Flokki fólksins og nema núna í síðast þá var einn pírati með okkur sem er hún yndislega, hvað heitir hún aftur, Anna Kristína Gunnarsdóttir? Ardís Anna Kristína dóttir Gunnarsdóttir, ok? En hún var náttúrulega ekki með mér á frumvarpinu. Jú, ég kom inn ekki núna eftir síðast. Já, ég hitti fyrra. Eða hvað? Já, það skiptir ekki máli. Við erum sem sagt búin að vera berjast þarna og við finnum að það er eftir í tekið. Við erum búin að mæta miklum fordómum frá hagsmunaaðilum og ég hef verið dregin fyrir siðanefnd þingsins og ég veit ekki hvað og út af því að við erum fylgin okkur og núna eru til dæmis löggjöf sem við erum líka búin að vera að mæla fyrir og það er í sambandi við dýrahald í fjöleignahúsum, hvernig dettur nokkrum í hug að mismuna fólki sem að þarf að búa í fjöleignahúsum, mismuna því þannig að það þurfa að ganga á milli nábúa og nágranna og berja upp á til þess að fá leyfi til þess að halda hundin sinn eða köttin sinn, þetta er náttúrulega síðasta sort og ég segi við höldum bara áfram veginn, ég borða kótilettur, ég skal veikina það en mjög mikið af fólki í kringum mig er orðið vegan, þar að meðal börn og barnabörn og annars slíkt og þessi breyting á umræðinu dýrin okkar og velferðar hefur orðið þess valdandi að ég skal alveg veikina það að ég er ofta fann að borða hafargraut með bláberjum og skal bara alveg segja eins og er og mér líður bara alls ekki vel og nú ég fann að sjá fyrir mér lambi þegar ég er með kótlettur og mér finnst það rosa óþægileg tilfinning þannig að ég held svona smám saman endar þetta náttúrulega með því að við verum komin í Gamla testamenti sem við fengum söguna hérna áðan og bara fann að borða bara bláber og skóaber alla daga og það er bara vel. Takk, Inga, þarnast náttúrulega engarar kynningar en Gleymdi ég að segja hver ég er? Það vita það allir. Þetta er bara ég. Já, en ég er sem sagt Aðalsteinn Leifsson og er í 3. sæti fyrir Viðreisn í Reykjavík kjördæmi Suður og ég vil gjarna segja ykkur undan og ofan af því sem að Viðreisn hefur beitt sér fyrir, bæði hluti sem þið getið fundið skrifað á vefsíðun okkar og eins líka hvernig það birst í aðgerðum okkar fulltrúa inn á þingi og annar staðar. En einnig líka bara eiga samtali, þannig ég hlakka til að heyra frá okkur ykkar hugmyndir og ykkar hugsanir í þessum frábæra og mikilvæga málaflokki. Sko, það var einn maður sem sagði að svona eðli mannsins birtist ekki í því hvernig hann hegðar sér í mótlæti, heldur hvernig hann hegðar sér þegar hann hefur fullkomna stjórn á öðrum. Og ég held það sé rétt og við sjáum þetta einna skýrast í því hvernig fólk kemur fram við dýr sem að geta ekki borið höndur höfuð sig, geta ekki varið sig. Og að sjálfsögðu eigum við að hafa samfélag það sem að dýrin njóta frelsana 5 eins og við þekkjum úr Evrópusáttmálanum, að hafi frelsi frá hungri og þorsta, hafa frelsi frá misbyttingu, frelsi frá sjúkdómum, frelsi frá því að búa í aðstæðum sem að eru gersamlega gegn þeirra eðli og frelsi frá ótta. En við sjáum því miður að víða er misbrestur á því og misbrestunum verður náttúrulega meðal annars vegna þess að við höfum ekki nægilega skýra löggjöf og við fögnum því að löggjöfin sé tekin upp og sé sett ný heildar löggjöf í dýravelferð. En við sjáum það líka vegna þess að við höfum oft eftirlitsstofnanir sem eru bæði bitlausar og tannlausar og sem við þurfum að efla og styrkja. Ég þekki þetta sjálfur eftir að veri stjórnarformaður fjármálaeftirlits eftir hrun að reyna að taka til og beita sér og beita reglum og það getur verið þungt og erfitt í okkar samfélagi því við getum verið sammálið í prinsipinu að við þurfum skýra reglur og sterka valdheimild en síðan þegar að þeim er beitt og farið að staða þá getur það oft reynst þrautinni þyngri að framfylgja jafnvel eðlilegustu reglum í jafnvel erfiðustu kringumstæðum og ég sá nýlega að 84% íbúa í Evrópu telja að við það sé pottur brotin í dýravelferð hvort heldur er í landbúnaði eða annar staðar og það mætti og við gætum gert betur. Ég hugsa að það sé ekkert ólíkt hlutfall hér á Íslandi með að við þau mál sem hafa komið upp og með að við svona eðlileg viðbrögð frá almenningi gagnvart því. En mér langar líka til þess að nefna annan málaflokk sem að tengist þessu beint og sem að snýra loftslagsmálunum og ég veit að Finnur hefur náttúrulega beitt sér og verið algjör fyrirmynd og frábær í þeim málaflokki og Viðreisn og ég hvet ykkur til að kíkja á það, hefur mjög metnaðarfulla stefnu í umhverfismálum og eitt af því sem við sjáum þar að með við stöðun eins og hún er núna að þá fer hiti jarðar í 3,3 gráður árið 2100 með að við hækkar 3,3 gráður frá því fyrir iðbyltingu. Það þýðir að lífríki 50% allra skordýra á jörðinni
eyðist. Og þessi skordýr eru grundvöllur að við erum þannig dýravelferð, hún er grundvöllur þess að dýrin lifa af og hún er grundvöllur þess líka að við getum lifað í aðstæðum sem við teljum vera eðlilegar og ásættilegar ekki bara fyrir okkur heldur líka fyrir börnin okkar. Þannig við þurfum að taka á því og ég leg líka athygli á því að okkar flokkur er Evrópuflokkur, ég er alveg búinn og ok, fyrir ekki Það að vera 20 mín. allt er góð, ég læti þetta gott heita gott að hafa þáttarstjórnaðan Já, góða kvöldi. Ég heiti semst Ugla Stefania og er hérna oddviti Pírata í Norðvesturkjördæmi og ég er líka úr sveit eins og fleiri hérna í pallborðinu þannig að ég hef svolítið lifað og hrært með dýrum alla tíð og það var eiginlega svo ákveðið persónlegt áfall fyrir mig þegar ég áttaði með því sem krakki að kjöti sem við varum að borða væru dýrin á sveitabænum sem að ég var búin að vera að knúsa og umgangast alla ævi. Þannig að fyrir mér var það algjört grundvallaratriði að gera grænkerri og er það og er eina grænkerjunum hérna líka í pallborðinu og fyrir mér svo ótrúlega margt sem að þarf að taka á þegar kemur að dýravelferð á Íslandi. Það ótrúlega margur iðnaður bæði í þauleldi og loðdýraeldi og í öllum þessum iðnaði sem ótrúlega í rauninni ógeðslegur að mörgu leyti og aðstæður dýra ekki nægilega góð. Og ég veit það líka í landbúnaði því miður í sveitum heldur ekki oft komið nógu vel fram við dýr og hef séð það svolítið fyrstu hendi þegar að ákveðnu bændur eru ekki að koma nógu vel fram við dýr í sínu annað. Þannig að það er svo ótrúlega mikið sem við þurfum að gera líka þegar kemur að hvalveiðum og sem að Píratar hafa verið með mjög skýra stefnu í að banna hvalveiðar og banna sjókvíaldi og annan iðnaðar sem að dýr til dæmis búa í mjög lélegar aðstæður, til dæmis í loðdýraeldi og annað sem alls konar undanþágur á aflifun dýra og annað sem að við erum auðvitað öllu leyti á móti og erum mjög metnaðarfulla stefnu í dýraverndarmálum og fyrir mér þetta í rauninni eitt undirstuð atriði þess að við getum búið öll saman á jörðinni í sátt og samlyndi og það á að vera með dýrunum okkar líka og það þýðir ekki að við séum að koma svona illa fram við dýrin á svona mörgu leyti og ég er rosa svona rómantíska sýn kannski á þetta en mér finnst þetta bara vera afskaplega einfalt en ég skil líka alveg að kerfin eru flókin en þess vegna þarf einhvern veginn öðruvísi nálgun á þetta og öðruvísi sýn sem að setja dýrin í forgang í staðin fyrir kerfin og það eru alltaf þau sem að fá að njóta vafans í allri ákvörðunartöku sem við tökum í þessum málum. Takk. Já, komið í sæl. Heiðbrá Ólafsdóttir heiti ég og kem fyrir miðflokknum, skipa annað sætið í Suðurkjördæmi og þar sem við erum svona farin að lýsa eins okkar matarvenjum þá vil ég bara taka skýrt fram að ég elska kjöt. Ég vil byrja á því að þakka Dýraverndarsambandi Íslandi fyrir þennan vettvang til að ræða hér brýn og aðkallandi mál snúa velferð dýra á Íslandi. Verandi bóndi þá fagna ég allri umræðu velferð dýra en það verður ekki hjá því komist að bera það hér upp hversu óvægin og ósangjörn samfélagsumræðan hefur verið í garð bænda nær síðastliðin ár. Vissulega það svo að innan okkar stéttar að finna svart og sauði. En það lögmál gildir jafnt allar aðrar starfsstéttir ef það vegferðin sem við ætlum að fara í. Við bændur eru 365 daga ársins þarna úti í alls konar aðstæðum, alls konar veðrum, kvölds og morgna, veðravítum og jafnvel rafmagnsleysi að gera okkar besta að gæta velferð okkar dýra. Það ekkert frí á kvöldin, eða helgar, eða páska, eða á jólum, sumarfrí eða ógleymdum vetrafríum. Við bændur eru rétt eins og aðrir, venjulegt fólk, menn og konur, feður og mæður og rétt eins og annað fólk mannleg að reyna að gera sitt besta. Flestir spyrja á þessum tímapunkti hvernig ósköpunum við bændur nennum þessari vinnu. Og alvarleiki málsins hins vegar sá að flest okkar við bændur eru farin að spyrja okkur sömu spurningar í dag. Þegar ekkert virðist vinna með okkur, ekki veðrið, ekki samfélagsumræðan, stjórnvöld, bankinn, meira að segja álftin leggur flest okkar í einelti sem þora að leggja í kortrækt. Eins og landið og veðurfarið séu ekki nægar áskoranir í þeim efnum. Við bændur landsins eru bognir og allt og margir bugaðir. Bugaðir af vinnuálagi, fjárhagsáhyggjum og þreytu,
allt og mikill í þreytu. Og síðast en ekki síst skilningsleysi, almennings, fjölmiðla og stjórnvalda. Og einmitt þar liggur stærsta áskorun varðar velferð dýra á Íslandi. Því þegar veikindi banka upp á, þegar slys bera garði eða svartnættið tekur bólfestu í huga bóndans, hver kemur og sinnir dýrunum? Enginn. Það kemur enginn. Því það ekkert sem grípur bændur landsins á sínum verstu stundum nema þó bara óttinn að missa allt frá sér. Á Íslandi eru yfir 500.000 húsdýra sem treysta bændum fyrir velferð sinni á hverjum einasta degi. Hverjum getur við bændur treyst fyrir velferð okkar? Velferð dýra og velferð bænda fyrir hönd í hönd. Já, góða kvöldi. Takk fyrir þennan mikilvæga fund. Ég heiti Unnur Rán Reynisdóttir og oddviti sósíalista í Suðurkjördæmi. Sósíalistaflokkurinn frekar ungur flokkur, þannig að við höfum bara frá stofnun verið að vinna í stefnunum okkar. Við erum ekki enn komið með stefnu sérstaklega í dýravelferðarmálum, en við höfum þó í nokkrum stefnunum okkar ákvæði sem greina á dýravendunarmál. Sósíalismi húmanísk hugmyndafræði og hún gengur út á að bera virðingu fyrir hvort öðru, dýrum og náttúru. Og sósíalistaflokkurinn vill að landbúnaður verði endurskilgreindur og þjóðarsátt það hvað í honum felst. Og þetta kjörið tækifæri til að taka umræðina velferð dýra í þessu samhengi og hvort að fólk gerir sér grein fyrir þeim þjáningum sem sum dýra lifa við hvern dag. Taka umræðina blóðmerahald og að það sé hvergi nánast hvergi annars staðar stundað í heiminum loðdýraræktun og skelfilegar aðstæður loðdýra, slæman bara aðbúnað dýra, hvernig þeim slátrað og þar sem áhersla lögð á hámarksframleiðni og arðsemi á kostnað dýravelferðar. Dýr eru skynigætarverur og við eigum ekki að hugsa þau sem verksmiðjuvöru sem bera ná hámarks árangri og arðsemi úr, og ég ekki að tala alla venjulega bændur heldur svona massa framleiðslu. Við höfum öll séð fréttaskýringar slæman aðbúnað dýra og í þessum greinum og skelfilegar myndir höfum við séð og heyrt hræðilegar sögur. Og svo virðist vera eftir að við erum búin að tala þetta kannski 2 vikur á kaffistofunni að við höldum að stjórnvöld hafi tekið við sér og þetta sé bara búið og blóðmerahaldið sé hægt og allt það, en það hefur ekkert gerst. Í landbúnaðarstefnu sósíalistaflokksins leggjum við áherslu á að auka eftirlit með dýravelferð og það hljómar svo sjálfsagt, en hver eiginlega ástæða þess að við erum fárra þjóða sem veiðum hval og höldum blóðmerar? Þrátt fyrir þetta tel ég sterka andstöðu gegn hvoru tveggja í þjóðfélaginu og þessu þarf að breyta. Við þurfum að hætta að bugta okkur og beygja fyrir auðmönnum sem ætla að nýta sér og pynta saklaus dýr í gróðaskinni. Í umhverfis- og loftslagsstefnu sósíalistaflokksins lögð áhersla á að náttúran og lífríki hennar séu ávallt í fyrirrúmi í öllum ákvarðanatökum. Og við þurfum að passa upp á líffræðilegan fjölbreytileika í okkar ákvarðanatökum sem snerta umhverfismálum, sem þannig haldast hönd í hönd við dýravelferðarmál, umhverfis- og loftslagsmál. Og í stefnum okkar meðal annars kveðið á að gera skuli vistkort frá fjöru til fjalls, en það á svo sem við hafsvæðin líka, þar sem stór hætta skapast með sjókvíaeldi, þar sem fiskar þjást og drepast gjarnan í stórum stíl. Einnig viljum við endurheimta votlendi sem hefur gríðarlega þýðingu fyrir fuglalíf landsins og við viljum standa vörð lífríki sjávar með verndun tegunda. Og að lokum vil ég taka fram að við í sósíalistaflokknum teljum dýravernd vera æðri gróðamarkmiðum og við munum því ekki takmarka aðgerðir gegn þeim sem brjóta á dýrum sökum þess að dýrin séu fjárhagslega íþyngjandi. Samkennd með lifandi verum spyr ekki peninga. Nú erum við ekki. Komiði sæl, ég heiti Þórunn Sveinbjarnardóttir og ég á þingi fyrir Samfylkinguna. Mér langar til að þakka fyrir þennan fund
og það var mjög gott að fá svona spurningar á undan og maður aðeins skýrt hugsunina og ég ætla að reyna að svara þessu frekar hratt bara og svo þetta verða væntanlega umræður hér á eftir. Mér finnst mjög mikilvægt að við séum alveg burt sér frá því hvort við borðum kjöt eða ekki. Þú veist, ég ekki vissum að við getum leyst skiptar skoðanir á Íslandi dýravelferð með veganisma, ég ætla bara að segja það af því að ég held að málið sé miklu flóknara en það, þó að það sé auðvitað val hvers og eins að gera það. Ég álít sjálfa mig vera dýravinn, ég það, en ég borða kjöt, en ég legg mjög mikla áherslu á það að stunda svona slow food öflun aðfanga og halda mig frá verksmiðumat eða aðfluttumat sem að kemur annars staðar að úr heiminum. Og ég held að allt þetta skipti máli vegna þess að þetta eins og hér var bent á, þetta líka loftslagsmál og loftslagsmál snúast ekki síst landnot og landnýtingu. Mig langar til að minna á að lögin frá 2013 dýravelferð mörkuðu ákveðin þáttaskil og voru mikið framfara skref þegar þau voru samþykkt og þau höfðu verið unnin á kjörtímabilinu þar og undan. Mér þykir miður og það hafi ekki tekist að endurskoða þau á líftíma ríkisstjórnarinnar sem var að fara frá en hafði þó 7 ár til þess af því að auðvitað þarf að uppfæra og heildar endurskoða þennan lagabálk eins og annað. Ég las einhvers staðar að það væri verið að tala svona heildræna heilsu og ég væri kannski eitthvað sem heitir One Health í útlöndum og mér þætti bara gaman að heyra frá ykkur hvernig þið skiljið það hugtak og hvernig það nýtilegt þegar það kemur að dýravelferð og ef það það þá á annað borð. Við ætluðum að fara að halda landsfund í Samfylkingunni þegar að Bjarni Ben sleit ríkisstjórninni og þar voru margar tillögur og margt sem átti eftir að ræða. Ég hef barist fyrir því innan míns flokks að við töluðum blóðmerahaldið en ég vil gjarnan að flokkurinn minn samþykja að vera á móti því áður en ég fer að beita mér meira en við vitum öll hvers konar starfsemi það og Inga Sæland á það algjörlega skuldlaust að hafa barist gegn því á Alþingi umfram alla aðra. Það sem að truflar mig svo rosalega í þeirri umræðu það að fólki finnist í lagi að taka blóð af fylfullum hryssum til þess að vinna í líftækni hormón sem eru notuð í þauleldi til þess að gera vaxtarkurvuna brattari í þauleldi einhvers staðar í útlöndum og fyrir mér það fullkomið siðleysi að nýta dýr með þeim hætti. Við erum á móti hvalveiðum, við viljum banna hvalveiðar, það þarf auðvitað að afnema lögin frá 46 eða 7 eða 8 eða hvenær þau eru og það þarf að skrifa allt hvalastofnuna inn í löggjöf dýravelferð. Við búum svolítið við það á Íslandi að hafa að sjálfsögðu, hafandi verið landbúnaðarþjóð frá landnámi, að hafa hort á dýravelferð frá sjónarhóli nýtingarinnar og landbúnaðarins og það allt mjög skiljanlegt en við þurfum líka að taka inn ný sjónarmið og ég algjörlega sammála því sem Heiðbrá segir hér að auðvitað eru það Gústi vill að ég fara að hætta ég ætla ekki að sleppa þessum hljóðnema auðvitað það þannig að fólki sem í samvistum og samskiptum við dýrin alla daga ársins beru þetta á þeim mesta ábyrgð og skilur þau. Ég ætlaði að fara að tala opinbert eftirlit og fleira í því, ég bara kem því að síðar þakka þið fyrir Ágúst Ólafur. Já, komið sæl, Sigurður Örn Hilmarsson heiti ég fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í þessum umræðum, sit í 4. sæti Reykjavík Suður. Ég vil byrja að þakka bara fyrir að koma hingað, það mér sannur heiður. Ég sóttist líka eftir því vegna þess að ég hef mikinn áhuga á þeim málum sem við erum að ræða hér í dag. Ég hef unnið sem lögmaður undanfarin 15 ár og hef í mínu starfi komið að mörg af því sem við erum að fara að ræða eftir með einum og öðrum hætti.
Það sem ég held að skipti mestu máli hvað þetta varðar í grunninn þrennt, svona 3 atriði sem ég held að þurfi að vinna að og allt þetta svolítið almennt en þetta skiptir bara verulegu máli og byggir á svona minni reynslu sem manneskju og en sem lögmanni líka. Það númer 1 að við þurfum að setja almenna reglur, skýrari reglur með skýrum kröfum hvernig við viljum standa að þessum málum. Í grunninn þetta það mat, hvað forsvaranlegt, hvað ætlum við að draga línuna og hvernig viljum við hafa þetta. Það númer 1. Númer 2, að það þarf svo sannarlega að framfylgja þessum lögum. Við höfum nú þegar löggjöf, lögum dýravelferð og annað slíkt sem að mælir fyrir skyldur og réttindi og svo framvegis. En það þarf að framfylgja þessum málum að ríkara mæli mínu en gert hefur verið hér á undanförnum árum. 3. atriði sem ég held að skipti í raun og veru öllu máli og ég veit ekki hvað miklu leyti hefur verið rætt á ykkar vettvangi, vantarlega að miklu leyti, ég vona það svo sannarlega, að við erum hér auðvitað að tala málleysingja og svona lögfræðilega í allri umræðu að þá það í raun og veru 2 aðilar í grunninn sem að hafa svona einhverja aðkomu. Það hið opinbera og eigendurnir. Og þannig að aðildin skiptir að mínu máti alveg verulegu máli og ég held að það væri mjög skynsamlegt og eitthvað sem ætti heldur ekki að vera að mínu viti einhvern veginn svo svakalega umdeilt að auka möguleika dýraverndarsamtaka til þess að eiga aðila að svona málum, eiga þátt í þeim. Og en svo ég eins og ég segi, ég fulltrúi Sjálfstæðisflokksins líka. Ég spurðist nú fyrir það hver svona stefna Sjálfstæðisflokksins væri í þessum málum. Það líku fyrir svona umhverfis og umhverfisstefna, það sem fjallað þetta í mjög stuttu máli. En það líka það sem ég vildi segja, hvernig höfum við áhrif? Og það auðvitað númer 1 við að kjósa, við erum að fara að gera það núna í lok mánaðarins. Það með þáttöku í stjórnmálastarfi eins og ég þá að gera núna með þáttöku í svona samtökum, halda svona fundi eins og við erum að gera hér og svo auðvitað líka lokum, svona, ég tek undir með Þórunni, það bara hvernig við högum, hvernig við notum kjósum með peningunum eða hvernig við högum neyslu okkar sem hefur held ég alveg gríðarlega áhrif líka. En ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, þetta ekki stutt og svona. Já, kæra þakkir. Þetta voru áhugaverð svör sem við fengum frá ykkur. Nú ljóst að eftir rúmlega 3 vikur munu flest ykkar vera sest á þing. Þið eru í þannig sætum. Og eftir að ný ríkisstjórn myndast, þá munu þið standa frammi fyrir ýmsum ákvörðunum. Og mér langar núna að spyrja nokkura beinskiptra spurninga og ég vil biðja ykkur að svara já og nei. Þið fenguð smá undirbúning, þannig að það þýðir ekki að gefa pass. Þið eru öll að biðja okkar umboð og þið talið fyrir ykkar flokka hér og við viljum fá þessu skýru svör, eins skýr svör og hægt já og nei, í málum sem núna brenna á okkur sem þjóð og mér langar að byrja á hvalveiðunum, stórhvalveiðunum. Þetta bara ákvörð þið standi frammi fyrir innan nokkra vikna. Mér langar að spyrja, styðjið þið að hinn gömlu lög hvalveiðar frá 1949 verði afnumin og hér verði lagt bann við stórhvalaveiðar á Íslandi? Já eða nei? Vil maður sjá? Já eða nei? Sjálfstæðisflokkurinn hikandi? Augnablik, maður sjá, við skulum svo bara áttum að gáða það segja allir já, allir flokkar nema miðflokkurinn og framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn á báð, styðjuflokkurinn bann við stórhvalaveiðum. Já. Ok, þannig að það engin akaskýring fyrir og eftir. Ok, næsta spurning kæru vinnir, þessi spurning á nú ekki að koma ykkur óvart. Þú ert flokkurinn, Inga Sæland. Já, en þið hljóta hafa ykkur að stefni í þessu. Já, þú og flokkurinn. Já.
Við erum að reyna að fá einn skýr svör frá okkur hugsasketjur. Ég veit að flokkarnir ykkar eru með mismunandi skoðanir en þeir eru vantarlega með skoðanir á lykilatriðum eins og stórhvalaveiðum. Gott að sjá þetta. Spurning 2 lítur líka að hvalveiðunum. Styðjið þið að nú stendur fyrir umsögnum að fá leyfi til stórhvalaveiða í matvælaráðuneytinu. Og það er umdeilt hvort það sé rétt að afgreiða þá umsögn á líftíma starfsstjórnar. Styðjið þið að ákvörðunum hugsanlegar stórhvalaveiðar bíði næstu ríkisstjórnar í stað þess að vera tekin af umboðslítilli starfsstjórn? Já eða nei? Bíði. Teljið rétt að þessi ákvörðun eigi heima á ríkisstjórnarborði næstu ríkisstjórnar en ekki... Ok, þannig að þetta eru skýr svör, Sjálfstæðisflokkurinn er aðeins út á þekkjum. Þið geti bröðst við þessu hérna eftir, en spurningar voru sendar á flokkiðin áður. En einhvern síð þá fáum við skýr svör, allir flokkar segja já, nema miðflokkur og framsóknarflokkur þetta varðar. Þriðja spurningin, og svo opnaðu spurningar út í sal, aftur er að biðja skýr svör og sumir hafa nú þegar svarað þessu blóðmerahaldið. Þetta er líka pólitískt mál og ekki að koma grófart. Styðjið þið löggjöf sem myndi banna blóðmerahald á Íslandi? Já eða nei? Hér sjáum við, hvað segir Viðreisn við þessu? Já eða nei? Þið getið komið aðeins inn á þetta eftir. Ég sé að allir flokkar segja já, nema Framsóknarflokkurinn og Miðflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn Viðreisn komið að já, Sjálfstæðisflokkurinn skilar auðu hér. Þetta er nokkuð skýrt, þetta veitir flókið mál og þetta getur skipta skoðun í öllum flokkum en við sem dýraverndarsamtök þá förum við fram á því hafi skoðun á þessum málum. Það verða fleiri hugsanlegar spurningar beinskiptar og þið hafið tækifæri til að hérna eftir í svara hans betur útskýra. Nú langar mér að opna hérna fyrir spurningur til sal ef ykkur eru. Er ykkur sem vil nýta tækifærið og spurja þetta ágæta fólk. Þá verður viðkomandi að tala í þennan mikrofón og það er að beina spurningu til einstaklega stjórnmálamanns eða yfir allt pallborðið og þá byrðir pallborðum að vera frekar stuttur og þá kannski nota tækifæri til aðeins að bregðast við þessu beinhöru spurningu rétt áðan. Gjör svo vel. Já, komið sæl, Rósa heiti ég, læknir og formaður samtaka dýravelferðar á Íslandi. Mér langar svolítið að halda áfram þessu já og nei, mér finnst það frábært fyrirkomulag. Og þá langar mér að spyrja ykkur loðdýraeldi. Núna hefur það verið bannað í 22 ríkjum í kringum okkur. Fullt af löndum með áætlunum að leggja þetta af. Hver er ykkar skoðun? Já eða nei, af eða á? Banna. Myndi ykkar flokkur styðja bann og ætlið að beita ykkur fyrir banni? Nei. Þetta eru 6 bú, minn en 30 störf. Iðnaðurinn stendur ekki undir sér. Biður styrki, reglulega ríkisstyrki. Já. Já. Og aflífunar aðferðir hræðilegar, aðbúnaður hræðilegur frá fæðingadegi til dauðadags. Og gjörsamlega þarflaus vara. Takk. Já, komið sæl, takk fyrir fundin og takk fyrir að koma. Ég held að það gæti verið já og nei spurning. Við sjáum að mér finnst lögin okkar frá 2013 vera ágætt. En við búum við það er ein stofnun sem sér bæðum eftirlit, matvælaeftirlit fyrir okkur og á að gæta dýravelferðar. Myndu þið styðja það að skilja þessa 2 hluti að þannig að matvælaeftirliti væri á höndum einnar stofnunar og eftirlit með dýravelferð á höndum annarar? Mjög athyglisvert. Þetta er allt saman að ganga mjög vel. Þangað til við förum í ríkisstjórn. Þá fer að vandast málið. En þú stannst eiginlega spurningunum minni því ég ætlaði akkurat að spyrja þessu en kannski bara til þess að fylgja henni eftir varðandi búfjáreftirlitið. Dýraverndarsamband Íslands hefur lagt mjög mikla áherslu á
búfjáreftirlitið og að breyta því og laga það verulega frá því sem að nú er. Og við teljum að það sé ekki bara hagsmunamál dýravelferðar, heldur einnig bara mikið hagsmunamál fyrir bændur og þá sem að dýrahaldi koma, að þessi mál séu í betra horfi. Ég hjó eftir því sem fulltrúi Miðflokksins sagði hér áðan og alveg sammála því að það vantar mjög sárlega að það sé einhvern veginn tekið utan þá bændur sem að lenda í miklu vandræðum, geta lent í persónulegu veikindum, allskyns og geta ekki sinnt dýrunum sínum og lenda fyrir vikið í miklum ógöngum og dýrin náttúrulega þjást fyrir vikið. Þannig að mér langar svona bara til að kannski spyrja hópinn svolítið hvort að það þurfi ekki að gera gangskur að því. Einhvern veginn með samstarfi ríkis og sveitafélaga, bændasamtakana, velferðarsamtaka annara að bregðast miklu betur og hraðar við því þegar að bændur að missa móðin. Ef ekki ganga á línuna og ef þið viljið aðeins bæta við útskýringan varði já og nei, þá tækifæri núna, en ég minna einhver síðu þegar þið eru komin í þingsal, þá atkvæðaskerfið já, nei. Og reynda að sitja hjá reyndar, en þið þurfa að venjast þessu líka. Já, takk fyrir. Og ég svo sem átti ekki vonað að fá svona já og nei spurningar, hvort þá heldur að ég væri svara fyrir sjálfa mig að stefnu flokksins sem ég spurði út í. Og kom það við ljós að flokkurinn á svona eftir að marka sér stefnu eiginlega í öllu því sem var verið að spyrja mig að hér. En bara þannig að það sé nú alveg að hreinu, fá nú að klára þetta, að ég vil vera hreinn og beinn með það. Ég hins vegar mættur sem frambjóðandi og langa til að hafa áhrif, bæði þá innan míns flokks og breiðari vettvangi. En spurningin, nú orðin eins og stjórnmálamaður búin að gleyma spurningunni, en auðvitað þarf að gera það, að styðja við bændur. Mér fannst þetta merkilegt sem að fulltrúi Miðflokksins sagði og ég reyndar sjálfur að hygga, ég deili þeirri skoðun með bara flestum borgurum þessa lands að bændur á Íslandi njóta mikillar velvildar og virðingar. Starfið auðvitað mjög erfitt og kjörin slæm. En virðingin og velvildin svo sannarlega til staðar. Þannig að við ekki leiðilegt að heyra það að bændur upplifi óvægna umræðu. En það geta komið upp vandamál hjá bændum eins og öðrum einstaklingum og það þarf að taka því af festu. Það þarf auðvitað bara að gera það, ekki að vera lengur. Já, ég held að þetta sé þannig að í lang flestum tilvikum fólk að hugsa vel dýrin sín. Það þegar eitthvað kemur fyrir sem að það verður misbrestur á og það á við húsdýrahald, þá líka við gæludýrahald. Gleymum því ekki að það eru komnir hér hundar og kettir og allskyns dýr og annað hvert heimili á Íslandi og ég stundum hugsi yfir því gæludýrahaldinu en það svona, við erum kannski ekki alveg að ræða það í því samhengi núna. Ég hef orðið vör við og hef svo sem bæði rætt það á þingi og skrifað það greinar að þegar maður skrifar greinar og vekur athygli á mikilvægi opinbers eftirlits, þá get ég bókað það að daginn eftir kemur eitthvað frá viðskiptaráði og talar eftirlitsiðnaðinn og segir bara þetta sé hörmulegt og það sé alltaf verið að setja hvað á fólk og fyrirtæki og hvað við viljum nú með þessu. Þannig að ég held að það verði bara, við verðum að horfast í augu við það að sjálfsögð á opinbert eftirlit að vera í lagi og fara fram eftir þeim reglum sem settar eru. Til þess þurfa stofnanirnar til dæmis að hafa mannaflan, dýralæknana, eftirlitsmennina og annað allt land, ekki bara svona konsentrerað svolítið hér á suðvesturhorninu og við vitum að það hefur verið kvartað yfir því víða á landsbyggðunum. Og við verðum að vera tilbúin til þess að segja sem stjórnmálafólk, þetta borgar sig af því að það tryggir velferð bæði dýra og manna. Mér finnst það vera umræðan sem við þurfum að taka og vera í rauninni ekki kikna leið og einhver segir við okkur eftirlitsiðnaður og fólk byrjar að taka umræðuna á þeim nótunum. Og þú veist, að sjálfsögðu þetta snýst dýravernd, það snýst líka neytendavernd
og bara að matvælin sem að hér eru framleitt og annað séu í lagi. Þannig að absolutt gerum þetta vel, göngum samt ekki út frá því að það sé allt í lamasessi. Ég er ekki alveg tilbúin til að vera þar, en ég vil hins vegar fjármagna þetta opinbera eftirlit þannig að það sé hægt að sinna því sómasamlega og það byggist eins og alltaf á samvinnu við þá sem að eru eftirlits þegarnir, ef ég má orða það þannig, og við vitum það líka að það hafi þetta verið gerðar oft athugasemdir vegna þess að borgarinn í landinu ánáttúrulega rétt á alvöru stjórnsýslu og við getum ekki gengið fram hjá því heldur og það skýrir stundum tafir sem að ég veit alveg hvernig það, við höfum hort upp á það og hvernig getur þetta gerst, en það eru yfirleitt alltaf ástæður fyrir því. Svo ég haldi nú hér mína varnarræðu fyrir eftirlitsiðnaðinn. Takk. Já, ég kannski svaraði einmitt spurningunum áðan bara eftir minni eigin sannfæringu þar sem að það er ekki komin stefna í dýravelferðamálum í sósíalistaflokknum, en enga síður finnst mér öll svörin mín standa fyrir okkar stefnu af því að við kveðum mjög klárt og skýrt það að standa vörð velferð dýra. Í alveg þó nokkrum stefnum innan flokksins þá kveðum við á það. En stefnaflokksins segir líka að einmitt við viljum auðvelda sérstaklega litlum og millistórum búum róðurinn og að bændur búi við góð kjör og starfsumhverfi og auðvitað þurfum við einmitt að bara grípa þá bændur sem að einmitt ef þið eru að veikjast eða einhver erfiðleikar staðja að. Þannig að ég held að við myndum beita okkur klárlega fyrir því. Já, bara takk fyrir þessa spurningu. Eins og ég kom að áðan, þá er flokkurinn fyrir eitthvað skýr í þessum efnum og mín skoðun líka. Það sem við viljum sjá er einhvers konar sjúkra aflýsingaþjónusta og fyrirmynda því hægt að sækja til Noregs. Þar er bændum tryggð aflýsing og svo í þeim tilfellum þegar svo ber upp á að tryggð sjúkra aflýsing. Vissulega er það svo að bændasamtök Íslands eru með þarna tryggingavernd. Það er að segja að bóndinn getur sótt tryggingu til bændasamtaka Íslands ef hann verður óvinnufær. En sú trygging kemur inn þegar bóndinn er búin að vera óvinnufær í 3 mánuði, ekki fyrr. Og ég held að ég get alveg fullvissað ykkur það að óvinnufær bóndi eftir 3 mánuði þá er annað dýrin farin á sláturhús eða bóndinn dauður. Já, ég langaði nefnt bara að koma inn á svörin að fyrir okkur Pírötum eru frekar afgerandi svör við öllum þessum spurningum að því að við erum bara með mjög skýra stefnu. En ég er eins og alveg sammála þegar þú segir með bændur og velferð dýra að það farið þetta saman, það er eitthvað sem að þarf að fara saman, annars getum við ekki verið með landbúnað og dýr ef að velferðin er ekki í fyrirrúmi og það sem það væri númer 1, 2 og 3 sem að ég líka sammála langflesti bændur eru að gera og ég er úr sveit og foreldrar minn er ennþá bændur og eru með kúabú og eru með kindur og hesta og einmitt eins og segir þau geta ekki tekið frí á jólunum, þau verða mjólka 2 á dag og það er bara eitthvað sem að þau gera og þurfa að gera og við stóðum fram fyrir þeim veruleika síðasta sumar að pabbi minn varð veikur og þá var upp í spurningin hver er þá að fara að taka við með móður minni. Og það fjall svolítið á mig að þurfa að stíga þar inni en sem betur fyrr voru veikindin ekki alvarleg en það hefði getað gerst mjög hratt og það hefði ekki verið neina tryggingar en til að grípa okkur og ég hefði þurft að fara þarna inni hvort sem að mér líkar það einhvern veginn betur að vera, það þurfti bara einhver að grípa inni og það eru bara aðstæður sem að bændur lifa oft við þannig að ég er alveg saman að þurfa að vera einhvern veginn einhver trygging að þau geti fengið einhvers konar hjálp og einhvers konar vernd fyrir því ef að koma upp svona veikindi og þetta lýsir svolítið bara að það er ekki nægilegur stuðningur í landbúnaði og í nýsköpun og í tækninálgunum og alls konar sem að þarf að bæta fyrir bandistettina líka til þess að við getum tryggt betri dýravelferð meðferð því. Þannig að þetta er algjörlega eitthvað sem að helst mikið í hendur. Já, takk. Og takk fyrir að vekja máls á þessu og takk fyrir spurninguna. Þetta er virkilega þörf og góð umræða
og mikið leitt að heyra hvernig þú lýsir einmitt þessum aðstæðum sem að geta komið upp og óvæginu umræðu í samfélaginu. Ég held að það sé allt og algengt í okkar samfélagi að við lýsum sko, bændum og dýravelferð eða bændum og umhverfisvernd sem einhverjum andstæðum. Það er ekki mín reynsla og ég held að það sé reynsla fæstra sem að hafa starfað í sveitum landsins. Ég held að bændur sé einmitt fólk sem að brennur fyrir velferð dýrana og jafnframt eru þetta einna mestu umhverfisinnar sem að maður hittir ofta tíðum, það eru bændur í sveitum landsins. Og ég held að það sé líka almennur skilningur á því og allir séu sammála það að við viljum halda landinu í blómlegri byggð. Síðan aftur spurning hvernig við gerum það best og við erum ekki alveg samferðum það í Viðreisn að það er aðferðir sem hafa verið beitt hingað til séu endilega að það er bestu. En mér langar að bæta einu við hérna inn í þessa umræðu og sem snúa líka að þessu málum sem voru nefnd hérna áðan að við erum samferðum það að grunnurinn að dýravelferð eins og í svo mörgum öðrum málafólkum er að við vöndum okkur. Að við vöndum okkur við að setja skýrar leikreglur og setja líka skýra valdheimildir og aðstöðu til þess að fylgja þessum leikreglum eftir. Því miður er það allt og oft þannig eins og við sáum í refaræktinni og við sjáum í síðan ýmsum öðrum greinum seinna að við rjúkum að stað í ýmiss konar framkvæmdir og mikla uppbyggingu án þess að hafa búið til vandaðan lagarama sem að nær utanum viðkomandi málaflokk. Og erum síðan að elta svolítið skottið á okkur og komin í þær kringustöðar að það er komin mikil fjárfesting og í viðkvæmum byggðum þegar við síðan ætlum að reyna að setja þessar reglur og við erum ofta að setja hestin fyrir aftan eða vagnin fyrir framan hestin í þessu og þurfum að vera með mikið vandaðri og betri vinnubrögð til þess að sé ákveði gagnsæi og til þess að við getum líka komist hjá stórslýsunum sem við því miður stundu þurft að horfa upp á. En ég sem sagt greiddi atkvæði hérna með eigin saminsku eins og ég mun gera í þingsal og hérna varðandi suma þættina þá erum við mjög skýra stefnu eins og til að mynda í hvalveiðunum, varðandi blóðmerahaldið og þá hefur náttúrulega stefna verið svo að ef hægt er að leysa þessi mál með öðrum hætti heldur blóðmerum þá eigum við sjálfsögðu að gera það. Og ég man vel eftir eldraðum Sigmars þegar að koma að hlutverki því sem við fengum fram varði blóðmerahaldið og eftirlitsstofnanirnar í þingsal og víðar. En lykillinn er þessi aftur að vera með skýrar og eðlilega reglur og framfylgja. Takk. Já, ég get nú tekið undir það og mjög margt af því sem hér hefur verið sagt og gott að heyra og takk fyrir þessar spurningar og vont að vera alltaf með eitthvað já, nei þegar brennur á manni svo rosalega mikið mörg fleiri orð í raun og veru. En hvað lítur að því að taka utan bændurnar okkar eða veikjast og geta í rauninni ekki sinnt dýrónu sínum þá náttúrulega lítur það að verða að koma þá inn einhver aðili, ekki ætlum við að bæta því á matvælastofnun sem að ég vildi nú gjarna leggja bara niður því mér finnst hún ekki sinna því miður störfunum sínum eins og ég vildi sjá hana gera og mörg dæmi einmitt það að þau hafa hort fram hjá gífurlegu dýraníði að þess að grípa inn í fyrir að dýrin eru það illa á sig komin að það þarf að vaða inn til að fella þau. En auðvitað á það að vera svoleiðis ef bóndi sem er einyrki á bíli og þarf sjálfur að sjá sín dýr og hann er með tímabundin veikindi að þá eðlilega þá verðum við einhvern veginn að koma honum til hjálpar. Ég man eftir þessari sögu eða þessu sem gerðist hérna fyrir ekki löngu síðan þar sem fullorðin kona veiktist og fór á spítala og það var í rauninni aðstandendur sem að tóku að sér að sinna búinu fyrir hana, gefa dýrónum og þetta var til fyrirmyndar og hvað gerist í kjölfari. Þá allt í einu gaus mast upp á dekk og felldi allan bústofnin. Þú veist, þetta er en mér langaði bara að nefna eitt og það við eigum reglur, lögum dýravelferð eru nokkuð skýr en það er bara ekkert farið eftir þeim. Það eru stórkostleg viðurlög við því að níðast á dýrum og varnarlausum skepnum en það er bara ekkert farið eftir því. Það er í rauninni stóra málið. Og þegar við erum að tala grundvallar regluna í dýravelferðarlöggjöfina, dýrin eigi ekki að vera hrædd og þau eigi ekki að vera svelt og allt þetta, hvernig haldið að blóðmerunum líði? Hvernig dettur nokkrum í hug að blóðmerahald sé ekki svæsnasta dýrani sem við erum bara að horfa upp á hér í beinni útsendingu? Það er alveg með hreinum ólíkindum hvernig það komið fram við þessar hryssur.
bara með hreinum og klárum ólíkindum og maður bara getur farið að grenja þegar maður er að horfa upp á þessi hryllilegu myndbönd og svo alltaf einhverjir blóðmerabændur að telja með trúum það er komið bara lappandi og dillandi afturendanum með mikilli gleði til þess að lappin í básinn til að láta níðast á sig. Það bara rétti fram, það spettar upp með hausinn og svo bara réttaði fram bláæðina til að láta stinga sig með sko miklu meira heldur en einhverjir nál. Þetta er hreinlega hálfgerð slanga sem er tróðið inn í þessa stóru æð, svo er henni bara rykt út og það er ekkert verið að spáið og þú halda fram að blæða og halda fram að spýtast. Þetta er eiginlega bara ólýsanlegt og bara hreinn og klár viðbjóður í orðsins fyllstu merkingu. Þannig að það er grundvallar atriði að til dæmis þegar við erum að verða að uppvísa því að það eru alveg til skítabændur innanum. Það liggur algjörlega á hreinu. Og við eigum að taka utan bændurna okkar sem að eru góðir bændur og að sinna sínu af hug og hjarta. En þegar við erum að fá ítrekað eins og við erum að sjá hér einn kona sem hefur verið yfir við að fylgjast með búi hér einhvers staðar upp í Árnesi, það sem í rauninni, það sem að sauðfé, það sem sauðfé er hreinlega bara detta í sundur úr hór og það er svo illa á sig komið að það getur ekki gengið, það vantar kannski í það augað og ég veit ekki hvað og hvað og dýralæknir sem er yfir á svæðinu bara gefur lítið fyrir það og sendir bara þetta merki og lætur ekki einu sinni sjá sig. Og svo bara liggja rollurnar dauðar út allt eða eru feldar þegar loksins einhver mætir á svæði. Þetta er svívirða og þetta á ekki að eiga sér stað í siðmenntuðu samfélagi. Þannig að ef við erum raunverulega að berjast fyrir dýravelferð, þá verðum við að hafa hátt það. Þegar að minnstakosti, heyrðu, og svo er búið að taka réttin af okkur, hinum almenna borgara, að kæra nýðið til MAST. Við megum ekki lengur kæra það, af því það var nefnilega, við vorum of dugleg við það á tímum áður en að löggjöfin á breytt. Við vorum of dugleg að benda á dýranýðið. Það var allt of mikið álag þegar þetta svara allt of oft í síman. Þannig að ég er búin að fá ógeð á stofnun sem á að sinna ákveðnum verkefnum og gera það bara stundum. Þannig að þá bara leggja hana niður og koma með hana alveg upp á nýtt og hafa hana þá minnstakosti þannig að hún fylgi þeim markmiðum sem að lögin hana eru í rauninni sett. Þannig að ég hef í rauninni ekkert meira það að segja en þetta dýranýð, þetta blóðmerahald, þetta er ógeðslegt og það er alveg eins og með loðdýraræktina, það var athyglivert þegar kom fulltrúi loðdýrabændi eða hvaðan sem hann kom fyrir fjárlaganefnd og baði 300 milljónir króna styrk til að geta gefið þeim að borða af því þeir voru svo fátækir og sama tíma söfnuðust upp feldinni hér vegna þess að í Danmörku þá var ekki einu sinni þessari jólasölu þeir eða janúarsölu, ég veit meira segja að okkar frábæri fundastjórnandi, ég held að hann hafi settið með mér á þessum fjárlagafundi þegar við vorum að berjast fyrir því að fá einhverja krónur fyrir hjálparstofnanir sem voru að gefa fátæku fólki mat að borða fyrir jólin. Við fengum 30 milljónir í það en 300 milljónir í loðdýraræktina. Svona er Ísland í dag. Þvílík mótsögn, þvílíkt ógeð. Og ég meina ef við ætlum virkilega að gera eitthvað og láta taka marka á okkur, þá verðum við bara einfaldlega að hafa hátt. Já, heyrast í þessu? Já. Nei, heyrast ekki neitt. Heyrast núna? Já. Já, mér langaði svona aðeins að kannski greina frá minni afstöðu því ef ég væri þingstall þá gæti ég náttúrulega greint frá minni afstöðu og hérna var spurt já og nei spurningar og ég svaraði út frá mínum flokki og það er þannig í flokkunum með lýðræði og það er kosið tillögur og það er skipt á skoðanir og við erum breiðfylking innan Framsóknarins og í mörgum öðrum flokkum. Og svona kannski varandi blóðmerahald þá er ekkit beint tala það í stefnu Framsóknar en flokkurinn hefur kannski almennt verið hlynntur því. Ég sjálf persónulega set stórt spurningamerki við þá framkvæmd á dýrum, veist það hrikalegt ef ég á að segja satt frá við sem að gera þetta og sérstaklega út frá þeim tilgangi sem að þetta er gert í. Og hvað varðar hvalveiðar þá hefur Framsókn talað fyrir því að veiðar séu stundar meðan þær eru löglegar á sjálfbæran hátt og þannig að þær valdi ekki líffræðilegum fjölbreytileika tjóni. Ég sjálf er ekki mjög hlynntur hvalveiðum og ungt Framsóknar fólk hefur álagt gegn þeim. Þetta var lagt fyrir á flokksþingi og hérna þetta var eina máli þar sem maður þurfti að telja atkvæðin af því að það var það skipt á milli flokksfólks. Þannig að þó að ég svari hérna út frá flokknum þá er ég kannski ekki endilega sjálf í minni persónulega sannfæringu hlynntur því. Og svo varðandi það hvort að ég veita leyfi þá hérna til hvalveiða þá svaraði ég líka út frá því að ég er lagalega menntuð og svona tilgangur starfsstjórnar er að meðal annars að veita starfsleyfi og þannig ég svaraði út frá minni þekkingu þar
en mér finnst bara ef að flokkar og stjórnmálfólk vil banna eða takmarka hvalveiðar þá verður bara að koma skýrt frumvarp þess efnis og það hefur ekki gert og við þurfum að eiga þetta samtal inn í þingsal út frá málefnum forsendum. Við getum ekki verið að skipta okkur í póla hérna í umræðinu, við þurfum að ræða þessa hluti og þetta þarf að liggja fyrir á borðinu þannig að við getum tekið almennilega afstöðuna þingsins. Það verður lagt fram en við hefum eftir að fá umræðan það, það er það sem ég er að segja. Þú veist að við okkur vantar að ræða þetta inn á þingi og ég veit að það eru flokkar sem hafa lagt þetta fram en við þurfum að fá þetta inn í umræðan í þingsal alveg eins og í samfélaginu okkar. Við rættum það inn á þingi. En hvað varðar bændur þá er ég mjög hlynnt því að við komum til móts við mjög þungan róður bænda. Ég sjálf eins og ég sagði áðan ólst upp í sveit og veit hvað það er mikil vinna og allt árið í kring þegar við fórum að undirbúa jólamatinn og pabbi út í fjárhúsi að gefa kindunum og þetta er raunveruleiki bænda, það er aldrei frí, þú ert allt árið að vinna. Auðvitað þurfum við að mæta sérstaklega ungu fólki sem vill koma inn í landbúnað og landbúnað er ekki bara sauðfjárrækt, það er líka grænmetis, búskapur og annað. Þannig að verðum að tryggja það að fólk komist inn í greinina og styðja betur við bændur sem að tryggja okkur fæðuöryggi sem er mjög mikilvægt. Við erum lítil eyja í miðju Atlantshafi og við verðum að tryggja það að hér sé nægilegur matur fyrir okkur. En svo ætlum ég bara að segja, ég held að þessi lög sem er núna um velferð dýra sé mjög góð að mörgu leyti en þeir kannski sköpuð ákveðnar væntingar sem voru ekki uppfylltar af því að eftirlitstækin taka allt og langan tíma og ég held að það sé það sem við þurfum að fókusa á er að úrræðin til eftirlits séu skilverkari og ég er að beita með hraðari hætti af því að almenningur krefst þess að þessi grípi fljótt inn í þegar að koma upp atriði sem snúa velferð dýra. Við grípum hratt inn og vel inn í en tækin og tólin sem að eftirlitsstofnanir hafa taka allt og langan tíma. Þannig að það er svona forgangsatriði. Takk fyrir. Gaman hvernig við reynum öll að tengja okkur við landbúnað og bændur og eitthvað svona og ég get farið með það á ættir að rekja til tvekja sveitabæi á Suðurlandi og tengda fjölskyldan sauðfjárbændur og þannig ég hef fengið að kynnast þessum heimi eins og þið greinilega öll hér í pallborðinu líka ágætlega. Mér finnst þetta var hugavert sjónarmið hjá Framsóknarflokknum að fylgja bara lögum þó við vitum betur samkvæmt okkar eigin siðferðiskennd. Og til að bregðast kannski við hinum árinni fyrir í annað fulltrúi miðflokksins tók hér fram að dýr hefðu treyst bændum fyrir velferð sinni. Það er reyndar ekki svo að dýrin hafi gert það, þau fæddust inn í landbúnaðinn og án sérstaks samþykkis fyrir því. Það er bara eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Og mér finnst skrítið að við finnst flestir að tala um það að bændur sé mikilvægt stétt í samfélaginu og við þurfum að hafa þau með í ráðum og svo framvegis en hugtakið réttlátt umskipti hefur ekki verið nefnt. Þetta er lykilatriði í því að ná fram dýravelferði í sátt við samfélagið, í sátt við fólkið í landinu sem er að vinna með dýrum og færa sína afkomu þaðan. Þannig að samtalið við bændur og aðra hagaðala í einhvers konar matvæla eða dýraafurðaframleiðslu er rosalega mikilvægt. Svo er líka verið talað um tengsl við umhverfis- og loftslagsmál og þarna eru við í Vinstri grænum með mjög skýra sýn á það hvernig við getum náð fram árangri í umhverfis- og loftslagsmálum í tengslu við landbúnað og Svandís Svavarsdóttir þegar hún var matvælaráðherra nú á þessu kjörtímabili lagði fram nýja stefnu sem heitir Land og líf sem tekur mjög skýrt á því hvernig við ætlum að vernda vistkerfi landsins, endurheimta vistkerfi landsins. VG, skilst mér rétt, hafa líka komið á fót verkefni sem heitir Bændugræða landið og loftslagsvænn landbúnaður. Þannig að þetta tengist allt saman og Bjarkey Olsen sem tók við af Svandísi sem matvælaráðherra fór á stað með One Health fyrirbæri sem Þórunn nefndi áðan sem snýst akkurat það að tryggja dýravelferði, heilsu fólks og heilsu umhverfisins allt í einu stóru samhengi. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins talar hér fyrir skýra regluverki en ég hef fylgst með umræðinni og mér finnst Sjálfstæðisflokkar hafa staðið í vegi fyrir frekar reglusetningu í dýravelferðarmálum svo sem í sjókvíaeldismálum. Þannig að þarna finnst mér ekki mjög trúverðugt það sem kemur fram. Og svo að talað það að samtök, frjálsfélagssamtök þurfi
að eiga betri aðkomu og réttastöðu í þessum málflokki og þarna skiptir fullgilding Árósasáttmálans svo rosalega miklu máli og þetta eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki viljað liðka fyrir og yfirleitt ekki viljað aukið eftirlit sem það sem þarf í þessum málflokki. Þannig að grænar ívilnanir til verndunar og endurheimta vistkerfa og svo framvegis lykilatriði til þess að samtímis bæta afkomu bænda, bæta dýravelferði og ná árangri í umhverfis- og loftslagsmálum. Og ég ætla að leyfa mér að vera ósammála að loki Þórunni það að veganismi sé persónulegt val. Ég held að sé rosalega mikilvægt tól í þessari baráttu og þetta stór hreyfing og að stækka á Íslandi og held að við megum ekki vanmeta það og þurfum að passa okkur að smætti þetta ekki niður í landbúnað og bændur. Þetta snýst svo miklu meira það. Það snýst það að við víkkum okkar siðferði og væntumhyggju til allra dýra og óháð hvaða tegund það Já, nú fara að sé á seinni hlutan hjá okkur, þetta ekki alveg búið, við ætlum að klára fyrir 7. Það allavega að minnst okkar ein spurning hér úr sal og svo ég að minnst okkar eina spurningu viðbót, þannig að kannski söfnum við þeim saman, við sjáum hvernig þær verða spurningarnar. Já, það byrjum Já, heyrist í mér? Já. Ég heiti Valgerður og ég talskona hvalavina á Íslandi, þannig að ég málsvari hvala og reyna að hafa hátt eins og Inga Sæland var að hvetja ykkur til að gera. Það sló mig aðeins þegar það voru spurð hvort að ykkur fyndist að tímabundi starfsstjórn ætti að gefa út hvalveiðileyfi, að fulltrúi Miðflokks og Framsóknarflokks sögðu já, en ekki fulltrúi Sjálfstæðisflokks. En samt hefur ráðherra Framsóknarflokks sagt að það ætti ekki að gera það. Þannig að þetta svolítið svona á reiki og mér finnst flott ef að þeir myndu svara fyrir það af hverju þau sögðu já við því að tímabundi starfsstjórn myndi gefa út leyfi sem svona umdeilt og án þess að það hefur verið umræða á þingi. Ég vildi árétta það að tvisvar hefur verið lagt fram frumvarp bann við hvalveiðum og það eru þið ríkisstjórnarflokkarnir sem hafi stöðvað þá umræðu á þingi og að það hafi ekki farið áfram. Og svo eitt að lokum með blóðmerarnar að Miðflokkurinn mjög skýrt á móti þauleldi í útlöndum og að við séum að flytja inn kjöt og svona. Þannig að það svona skýtur skökku við að þið séuð fylgjandi blóðmerhaldi sem á það eina hlutverk að búa til hormón til að svín og kindur í útlöndum eigi fleiri afkvæmi. Þetta svona, já, bara svona punktur. Upp á skýrleika þá ætla að leyfa þessum 3 flokkum að bregðast við. Byrja Framsóknarflokknum, svo Sjálfstæðisflokknum og svo Miðflokknum aðeins. Svo kom aðeins að frá fleiri spurningar. Gjörðu svo vel Framsóknarflokkur. Bara aðeins varðandi starfsleyfið. Ég get alveg tekið starfsleyfið í hvalveiðar. Já, ég ætla bara að fá að tala. Varðandi það að gefa veiðileyfi til hvalveiða hjá starfsstjórn, þá get ég tekið undir því að það er alls ekki gott að starfsstjórn sem hefur lítið umboð taki svona veigamiklar ákvarðanir. En það sem ég var að svara út frá var út frá svona lagalegu sjónarmiði að starfsstjórn ber skylda til að veita leyfi. Og það var svona, ég var að svara út frá þeirri forsendu að það meðal hlutverk starfsstjórna að veita leyfi fyrir það sem lagalega skylt, ekki skylt, það skylt, þetta heimilað, lögheimilað veiði eins og staðan núna, þannig út frá svona lagalegum forsendum var ég að svara áðan, en ég tek undir það sjónarmið að það alls ekki gott að veita leyfi fyrir svona umstöldri starfsemi þegar það vart með starfsstjórn sem að vinna með mjög takmark og umboð í mjög stuttan tíma. Já, þetta einhvern veginn, finnst mér svo sérstakt. Þetta mál hvalveiðar verður alltaf svona hápólitískt að loka metrunum. Ég stundum hreinlega veltið fyrir mér að hvort ástæðan sé svo að stjórnmálamenn eigi erfiðar með að tala eitthvað annað. En staðreyndin svo að reglum hvalveiðar hefur verið breytt í 3 af starfsstjórn og það bara óheppilegt. Bæði þegar hvalveiðar voru heimilaðar
og svo hefur þetta gengið svona þvers og krus og það eru þetta ekki stjórnsýsla eins og við viljum hafa hana. Mér kemur þessi umræða bara öll svolítið á óvart. Auðvitað það bara þannig að Hvalur sækir þetta leyfi og það að fara í venjulegan farveg. Hann tekur auðvitað einhver tíma, það þarf að afla umsagna og svo framvegis og númer 1 á ekki að fara að gera það í spreng vegna þess að menn séu sko að fara að hugsanlega að missa völdin. En það held ég að það standi ekki til og á bátt með að trúa öðrum. Þannig að það raun og það sem ég myndi vilja segja þetta. Já, takk fyrir þetta. Varðandi umsóknina þá liggur það fyrir að umsóknin inni hjá ráðuneytinu og hana ber að taka til afgreiðslu eftir þeim lögum og reglum sem slíka málsmeðferð gildir. Varðandi blóðmerahaldið þá það svo að þarna að ræða ákveðna verðmætasköpun hjá bændum í landinu. Þarna að ræða líka ákveð atvinnufrelsi. Þarna bakvið eru yfir 100 í það minnsta fjölskyldubú sem reiða sig á þessa afkomu. Það og hún hefur verið sko í landinu, sko þetta starfsgrein sem nær yfir 50 ár. Vissulega það svo að eftirliti þarf að vera virt og ramminn þarf að vera skýr, en ég sé ekki því til fyrirstöðu að þessari starfsgrein verður haldið áfram hér á Íslandi. Ok, þetta skýrt, það var spurning hér, það ekki? Sæl, Margrét heiti ég og ég formaður Villigata-hjálpar Hafnarfjarðar. Ég líka sjálfboðaliði hjá Dýrfinnu, Kattholti og Villiköttum, þannig að mig langaði aðeins að koma inn á gæludýramál því að við höfum ekki talað almennilega þau. Ég svolítið forvitin hvað þið sjáu fyrir ykkur að geta gert til þess bara svona breytingar sem ætti að gera á lögum og reglugerðum varðandi það að bara koma í veg fyrir rosalega mörgum mál sem eru vegna vanrækslu og bara dýranýjar sem á gæludýrum sem að virðist ekki vera hægt að grípa inn í eins og hjá MAST, því að þau allavega bera fyrir sig að það sé ekki lagaleg heimild til þess. Það þurfi svo rosalega mikið sönnunar gildi. Og svo eru líka mjög mörg félög sem eru bara, þau fá aðeins styrki frá bara fólki í samfélaginu sem að til dæmis leita týndum dýrum eins og Dýrfinna og annað. Hvort það var eitthvað sem þið sagði fyrir ykkur að geti fengið meiri hjálp því að það eru endanlega margir sem reiða sig á aðstóð þessa samtaka. Mér langar að bæta hans við, fyrst hér að vera bæta dýrategundum í umræðuna, þannig að ég kannski svarið þessu líka, það var þetta refaveiðar. Refurinn er þetta eina dýri sem var hérna áður við komum á þetta sker, einu upprennilegi landnemin, eina spendýrið og hérna við vitum að villta dýralíf á Íslandi ansi fábreytt, það eru fleiri landspendir á Grænlandi heldur en Íslandi. Við erum að niðurgreiða refaveiðar, hið opinbera. Það búið að setja meir en milljarð í refaveiðar undanfarin áratug. Það er búið að drepa 60.000 refi á undanfarin 10 árum og við veltum fyrir okkur hvort þið hafi skoðun þessu, hvort þetta takmarka með einhverjum hætti. Við sjáum að Umhverfisstofnun hefur kallað eftir upplýsingum tjón af völdum refs. Það var nánast engar tilkynningar borist og stundum hefur fólk áhyggjur af fuglum. Jú, refurinn rándýr, en við vitum að refurinn og fuglarnir lifðu hér ágætislífi í 10.000 ár og landið var nú ekki fuglalaust á meðan. Þannig þetta eitthvað sem þið gætu skoðað þegar þið setjast á þing að endurskoða þessa gegndarlausu veiði á íslenska heimskotarefnum sem sérstök tegund og ef við lítið til annarra refastofna í hættu ef við lítum yfir á Evrópu. Þannig okkur ber ákveðin skylda að hlúa þessari dýrategund. Þannig að endalega ég vil koma refnum hérna aðeins að. Já, þetta verða kannski eitthvað síðast en séns að svara en verið samt svolítið nokkur skýr, þannig að þið eru svo ofsalega mörg og nú ætlum við að byrja bara á miðjunni, Ugla þú byrjar og svo koll á kolli.
Herri, já, varandi gældyr, ég á 3 ketti og 1 hund, þannig að ég á ógeðslega mikið af gældyrum og ég hef þurft að reiða mig á svona þjónustu þar sem hefur þetta hjálpað mér, þannig að ég er alveg sammála því að það þurfi betri stuðning við svona þjónustu vegna þess að það er engar aðrar stofnanir sem að sinna þessar þjónustu og ég er sömuleiðis sammála að eftirlitsaðilar grípa allt og seint inn í, ekki bara í dýra fyrir gæludýr, heldur líka bara í alls konar málum þar sem það þurfa að stíga mikið hraðar inn í og mikið skýrar og þurfa í rauninni að hafa miklu betra eftirlit með öllu þessum málum. Þannig að jú, ég myndi alveg, Píratar eru þess á þeirri skoðan að þurfa að styðja betur við svoleiðis hjálparsamtök sérstaklega. Þegar kemur að refnum þá eru við með þá skoðun að það er náttúrulega friða alls konar tegundur sem eru á válista sem meðal annars refurinn, þannig að við erum alfarið á móti refurum eins og stendur og einmitt það hefur oft komið svona gagnrýnisrætt að þetta sé að skemma og þetta sé að valda svo miklum skaða en ég hef nú búið í sveit þar sem að ég veit að refur eru á svæðinu en þeir hafa aldrei valdi raunverulegum skaða á sveitabænum eða dýrunum eða neitt heima í sveit, þannig að mér finnst sko hugsalega hefur það kannski einhvern tímann geta gerst en ég tel ekki það vera raunverulegt vandamál að refur sé að skemma, þannig að við myndum vera í Pírötum meðfylgri þegar þeir eru friðaðir eins og aðra tegundur á válista. Fyrst varðandi dýraeignir, ég hef alltaf átt kött og því miður þá eru 2 núna með ofnæma heimilinu, þannig að við eigum bara hund. Við eigum 3-fættan íslenskan fjárhund og það sló mig svolítið þegar að hún lenti fyrir bíl og við fundum henni í vegakantinum og fórum með hana til þess að láta hlúa að henni að það var eitthvað margir geng út frá því að hundunum eru lóað vegna þess að hann væri að missa fót en þetta er glaðasti hundur í heimi og á ágætis lífskeiði og fer á fjöll og svo framvegis. Sko aftur og þetta hljóma kannski ekki sem óalega spennandi svar almennt en við þurfum að vanda okkur í löggjöfinni og við styðjum að fara yfir löggjöfina í heilsin og uppfara hana og hafa síðan skýra valdheimildir og fjármagn okkar eftirlitsstofnanir og fylgja gagnsæjum og eðlilegum heilbrigðum lögum og reglum eftir í þessum málflokki. Varðandi refin að þá náttúrulega hljóma það mjög einkennilega að vera með ríkistyrtar refaveiðar og ég á erfitt með þessu efnislegar ástæði fyrir því. Hins vegar kann það að vera sumstaðar þannig að það geti verið efnislegar ástæður að ég þekki það jafn vel og þú, Ágúst, varðandi líffræðilegan fjölbreytileika og einsvarandi æðadún og bændur sem er að gæta að æðadúnunum og það er eitthvað sem við þurfum að skoða vel og að það sé hægt að venda og halda utan æðafuglun okkar. Herðu já, ég hef alltaf held ég bara frá því mann eftir mér átt gæludýr og núna er fjölskyldan í sorg vegna þess að húnakísin okkar er búin að vera týndur í 3 vikur. Ég er búin að senda myndir að hann er að verða örugglega frægasti köttur á landinu í dag. Minnstakosti er húnakötturinn komin víðsvegar og enginn hefur séð hann og það er bara svo, þetta er fjölskyldan, þetta er hluti af okkur og lífinu og þannig að það eru allir grátandi heima og glugginn alltaf opinn og allir að frjósa þarna inni að því að við erum alltaf að bíða eftir að hann komi heim. Og því það er svo erfitt að maður hringir í lögreglu og maður reyna að fá að vita sko, var kannski keyrt á kísuna, er hún einhvers staðar dáin eða, en á sama tíma þá erum við að heyra það að ég bý nú í Grafarholti að það hafa verið að hverfa þar ansi marga kísur upp á síðkastið og vera að segja að kísi minn kom ekki heim og annað slíkt, þannig að við veitum að þarna úti eru líka lið með skítlegt eðli sem að hafa bara hreinlega að ganni sínu og mestu gleði að minnstyrma og pynda dýrin okkar en við höfum komið frumvarp í flokki fólksins leyfi til að halda gæludýr í fjölbýlishúsum og finnst ekkert eðlilegri öllum heiminum heldur hún að allir þeir sem kjósa að geta haldið hjá sér kísuna sína eða hundin sinn án þess að einhver fúll á móti geti komið í veg fyrir það og það er mjög mikið það að eldra fólk og efnaminna fólk það á ekkert val það að staðsetja sig í einhverju íbúð með sér inngangi eða í einbýlishúsi eða annars slíkt, þannig að enn og aftur erum við að sjá það að fólki er endalaust mismunað eftir efnahag, endalaust og svo er það sorglega í stöðunni í sambandi við gæludýrin okkar þegar fólk er að fá leigt og missir húsnæði sitt og þarf að skipta og fara yfir í annað heimili, þá segir leigusalinn kannski, heyrðu nei, engin gæludýr hérna, það er bara alveg annarkvort ferð á göttuna með hundin eða köttin eða þú kemur ekki hér inn, ég veit ekki eiginlega hvernig þetta samfélag er en þetta hugnast mér ekki og svo hvað refin varðar, við erum búin að heyra það að þessi glæsilegi
þessi glæsilegi fallegi silfurrefur okkar, hann hefur líka verið dýrbítur og hann hefur oft verið í rauninni skæður bændum og við vitum það alveg, en ég gerir mér enga grein fyrir því hversu margir refir á ferðinni ef okkur að taka streinlega útrýmunum með því að skjóta að meðaltali 6.000 refi á ári. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við verðum bara að skoða vegna þess að ef að refurinn okkar er á válista þá er þetta bara grafalvarlegt mál. Þannig að, en ég segi bara áfram veginn, ég veit að við getum gert betur og ég trúi því að svona samkoma eins og við erum með hér, hún verði þess valdandi að við munum gera betur og við þurfum bara að hittast miklu oftar. Já, ég tek bara undir með það. Ég held að svona samkomur muni gera verkum að við gerum betur. Allt samtal dýr og dýrahald og dýravelferð gera verkum að við gerum betur. Varðandi gæludýrahald þá held ég að sé mjög mikilvægt að við eflum löggjöfina og virkum eftirlitið. Eins og komin áðan þá var kannski löggjöfin ágæt en okkur vantar úrræðin til þess að bregðast við. Í samkvæmt MAST þá allan í skýrslunni sem ég var að lesa varandi búfjár að þá kemur fram að það vantar auki eftirlit. Ég held að gæti mögulega sama gilt gæludýr og þá er ég að tala fyrir sjálfa mig ég veit ekki hvort að MAST, ég hef ekki lesið úttekt MAST varðandi gæludýrahald en ég tek fyrir sjálfa mig að það vantar þá auki eftirlit og úrræði. Ég er mjög hlynd eins og enga gæludýrahaldi í fjölbýlishúsi. Mér finnst fáránlegt og þurfa að biðja nágrannaðinn leyfi til þess að eiga dýr og við horfum bara á það er meiri einmanaleiki í okkar samfélagi og dýr bara stuðla mikið af því að vinna gegn einmanaleika við einstaklingum og fólk er meira búið eitt og ég held að gæludýr sé bara mjög mikilvæg fyrir geðheilsu líka fólks. Þannig að ég á ekki gæludýr en mér langar svolítið í border-collie hund og kannski læti ég einhvern tímann verða því að eignast border-collie hund. Hvað var það refaveiðir þá verð ég að segja nú ólst ég upp fyrir vestan og þar eru refar út allt ef svo má orðið komast. Ég man þegar ég var lítil að það voru dauð lömb fyrir utan heimili mitt og því ég ólst upp í sveit og þegar kindunum og lömbunum var hleypt út á vorin þá mætti refurinn og hann réðst á lömbin og þetta er ekki fallið sjón og þetta er ekki fallið lýsing. Hann réðst á hænsnakofana og æðarvarpið og ég sé refinn fara inn í kríuvarp og tína upp öll eggin. Þetta er svona kaldi raunveruleikinn að hann er skæður þar sem hann er og hann er friðaður á Hornströndum og ég held að það sé kannski ákveðin leið til þess að tryggja það að við megum náttúrulega aldrei ganga og langt á refastofnun, við þurfum alltaf að tryggja það en þar sem að hann er skæður og mikið á honum þá þurfum við kannski aðeins að halda honum í skefjum, sérstaklega hvað varðar önnur dýr og sem eru friðuð eins og æðarkollan og krían. Þetta er náttúrulega ákveð hagsmunamat á milli þessar tegunda. Þannig að já, ég held að við að vernda á ákveðum svæðum eins og Hornströndum og kannski gera það á fleiri svæðum en við þurfum að kannski halda honum í skefðum það sem að önnur dýr eru undir og verðum líka að tryggja líffræðilega fjölbreytileika annar dýra. Til að svara skemmtilegu spurningunni fyrst þá hef ég suðað í foreldrum mínum bara frá því ég var 30 ára örugglega að fá okkur kött. Það hefur ekki gengið því miður. Þegar við í VG erum búin að leysa húsnæðisvandann þá mun ég fá mér kött sjálfur. En ég held samt að við þurfum að, eins og ég nefndi áðan, þetta er stærra samhengi og við þurfum að fara varlega í þá umræðu að tala gæludýr fyrir fólk. Dýr eru dýr, þau eru ekki fyrir okkur til þess að nota eða njóta, þannig að það sé skýrt. Til að svara refa spurningunni, þá er nú það nýr í flokknum og ég hef ekki náð að taka umræðun akkurat þetta mál. En afstæða mín er mjög skýr og ég vil að við passum að almannafé sé ekki notað í það að ýta undir slæman aðbúnað eða framgengni við dýr. Ég verð að bregðast við umræðinu hvalveiðileyfið. Það er bara ekki alveg óboðlegt að veita hvalveiðileyfi núna. Það fer bara gegn öllum stjórnsýslulegum venjum starfsstjórnar. Og fyrir það þá settur ráðherrar VG af stað starfshóp sem er af störfum núna við að endurskoða allt sem tengist hvölum, ekki bara hvalveiðum, heldur hvölum á Íslandi og mér finnst mjög óeðlilegt að fara að veita einhver leyfi þegar svo vinna er ennþá í gangi. Skýrslan kemur út í janúar og við þurfum að bíða hennar til að taka frekara ákvarðanir í þessum málaflokki. Svo hef ég þá reynstu sjálfur að vera í frjálsum félagasamtökum og spurningin hlutverk þeirra mér skriðilega mikilvægt og það er
hluti af heildarendurskoðun á dýravelferðarlögum sem VG setti líka af stað. Þar er verið að skoða hvort það ætti ekki veita dýravelferðarsamtökum aukið hlutverk við að gæta að dýravelferð, hvort sem það er þá í varðandi eftirlit eða fleiri hlutverk eins og þú nefnir að dýrfinna á því sinnið. Þannig að mér finnst það bara mjög mikilvægt að það sé skoða áfram í þessari vinnu sem við þegar farin að stað. Og ég lofa því bara ef að ég fæ sæti á þingi og mér vantar ykkar hjálp til þess. Við erum mjög nálægt í að ná inn, en því miður hefur rödd umhverfisins ekki fengið nógu mikið pláss í umræðinni og ég vona að ég geti átt frekara samtal við ykkur komast við í stöðu til þess að hafa einhver áhrif fyrir dýrin. Ok, Heiðbrá? Já, skemmtilega spurningin. Jú, ég á 2 hunda, ég á 1 fjósakött og þessu til viðbútar 150 nautgripi og þarna 5 hross. Held að ég sé ekki að gleyma neinum. Já. Varðandi gæludýrin, einmitt, jú, vissulega, ef það er einhverju vankantar þarna á að þetta næri ekki utanum gæludýrin okkar, þá er vissulega kannski ástæð til að skoða það nánar. Varðandi refaveiðar, þá vil ég bara taka undir sjónarmið sem komu fram frá henni fulltrúa Framsóknarflokksins, að varðandi refastofnin í landinu og kannski til viðbótar bæta því við að þar sem ég er kúabóndi á Suðurlandi að þá sé ég ekki lengur neinar endur og hænsnin á næsta bæ eru horfin. Og svo komum þá afsakið skýrt fram þá er ég ekki eða flokkurinn á móti refaveiðum, ég glemdi því, afsakið. Já, jú, ég á gæludrýr, ég á kisu og ég á kanínu sem býr ekki í búri, nota bene. Og varðandi, ég hugsaði bara þegar þú varst að spyrja hvernig væri hægt að passa upp á gæludýrin betur og ég er ekki neitt að mér í því hvernig löginum það eru núna. En þá hugsaði ég bara einhvers konar gæludýravernd samanber barnavernd, hvernig væri hægt að grípa inn í þegar að tilkynnt er slæman aðbúnað gæludýra. Varðandi refaveiðarnar, þá náttúrulega ólst ég bara upp eitthvað við að hlusta á Siggi var úti og hélt að refir væru stór hættulegir, en ég man mjög vel eftir í sumar held ég þegar ég heyrði það að refir væru sem sagt ekki að valda þetta miklum skaða, það var pínu svona breytti sýnni minni, ef það er staðreyndin, eða í fyrsta lagi þá finnst mér að ríkið eigi alls ekki vera að greiða fyrir refaveiðar, en ef þetta er staðreyndin þá myndi ég persónulega helst að öllu vilja friða refin, allavega skoða eitthvað slíkt. Fyrst gæludýrin, að þegar ég nefndi það nú í upphafi, að mér finnst það ekkert skipta minna máli í þessu samhengi, en það eru lögum dýravelferð eiga við öll dýr, og ég tek undir það sem hér var sagt að förum umgöngustýrina virðingu, þau eru ekki til fyrir okkur og ég held til dæmis að það sé allt of oft sem það gerist að gæludýr er fengið inn á heimili á einhverjum svona mjög misskildum forsendum, og við vitum að það gerist í COVID og það er verið að vinda ofan að því hér á höfuðborgarsvæðinu big time. Refirnir, já, sýniði mig fram á tjónið og við skulum þá ræða málið. Við höfum vonda reynslu af því að ríki styrkja svona aðgerðir, ég minni á framræslu votlendis, skulum bara hugsa það áður en að við förum lengra í því. Það er búið að svara sem er starfstjórnina, þetta er fyrst og fremst pólitískt og siðferðilegt mál og ég vona bara að sjálfstæðismenn standist frestinguna, bara vona það, heitt og innilega, annars fer allt á annan endan og fylgið ykkar fyrir 5%. En hitt er, mér langar til að skilja ykkur eftir með þessa hugsun sem ég held að við ættum að varðandi velferð dýra, viljum við á Íslandi leyfa þauleldi? Mér finnst þetta snúast það, mér finnst þetta ekki snúast venjulegan búrekstur, heldur þauleldi skapar þjáningar og ef við hugsum það til enda þá þurfum við að taka þá umræðu. Takk.
Já, það eru 2 páfagaukar á heimilinu mínu, Blær og Mjallhvít sem eru í umsjón barnanna minna en ég ber svona endalega ábyrgð á þeim einhver hluta vegna en og varðandi gæludýrin aftur þetta bara eins og við ræddum kannski áðan, það eru til reglur og eftirlitsstofnanir sem gegna ákveðnu hlutverki en þurfum auðvitað að sinna því. Annað sem ég vildi nefna í því sambandi og gildir raun og margt sem við höfum rætt hér í dag, það búum við líka bara í samfélagi, það sem við eigum að reyna að hjálpa hvort öðru. Hvort sem það eru bændur í sveitinni eða nágrannar með gæludýr sem að þrífast illa og það þar byrjar þetta. Það getur auðvitað komið svo til þess að ríkið þurfi að stíga inn í og svo framvegis en við skulum ekki vera að bíða eftir því. Varðandi refaveðarnar, auðvitað þarf að skoða þetta og endum þetta, hver nauðsynnin, þörf á þessu, hverjar eru aðferðirnar og það auðvitað bara sjálfsagt að endum þetta það, ég hef ekki þá þekkingu sjálfur. Takk. Já, bara kæra þakki, klukkan nákvæmlega 7 fyrir hönd Dýraverndarsambands Íslands, þá vil ég þakka okkur kærlega fyrir skýr svör og mjög áhugaverðar umræður. Við viljum líka beina því til ykkar sem farin á þing og inn til ykkar að flokka að taka svolítið þennan málaflokk að ykkur. Við sáum fyrir nokkrum áratugum þá þótti skrítið þegar fólk var að berjast fyrir fossum og fjöllum og landslægi. Nú komið að dýrunum og okkur vantar málsvara hvar sem þið standi í pólitík að málefni dýra og dýravelferð sé tekin oftar inn á alþingi. Það gerist mjög sjaldan og við þurfum bandamenn í þessa baráttu. Við erum að sjá mikla vitundavakningu og stuðning og viðhorfsbreytingu gagnvart dýravernd, dýravelferð, gagnvart þauleldi, gagnvart þessu stóru siðferðislegu spurningu eins og mörg ykkar hafa nefnt og þetta þarf að komast í betra ofar í forgangsröðun íslenskra stjórnmála og þeir alveg líki hlutverki þar. Margt sem þeim muni standa fram með lítur á þessu málaflokki þannig að hér ætla að gera þetta mínum lokaorðum hvatningu til ykkar að koma í þennan slag með okkur. Annars vil ég þakka okkur enn og aftur fyrir að koma hingað. Takk.